Syndaselir komnir hérna í lítið Negroni-horn á veður. Já, annars skipta veður. Annars skiptum við. Við ætlum að vera hér og nú erum við meira svo komin á nýjan stað á veður. Já, við erum að prófa okkur svona á milli, þú veist, nú erum við svona okkur sem ég myndi kalla borð 15. Já, númer hvað er þetta? Númer hvaða borð er þetta? Sem, Já, við erum á borðið 33. Fyrir það, svo sem vita. Nei, við sittum inn í horni og horfum út á klappastíg sem að eitthvað segir mér að við séum að fara ADHD-ast. Já, þetta gæti bakkfæra alltaf hjá okkur, sko, af því að það er umferð. En sko, það sem er frábært, Danni, við að sitja hérna á veður, á klappastíg, sem er skemmtilegsta gatan í Reykjavík. Svo er það. Já, og það er bara, þú veist, ég meina, hérna erum við með okkar all-time favorite írska barinn. Svo er náttúrulega besti veitingastar á Íslandi, Monkeys. Hann er hérna rétt, já. Já, langt sinni farið þangað. Já, og koktelbarinn. Svo erum við með kalda, svo voru að opna bakari. Herðu, já. Eigum við að byrja á því að fara eins yfir staðina sem við tækluðum í vikunni? Já. Fara svona, því ég var svolítið duglegur. Já. Þú fórst í Laugardalshöll. Ég fór Guðskus. Þetta pulsu þar. Með öllum 45+. Já, var þetta eldra lið? Já, en veistu það, þetta var ógeðislega skemmtilegt. Nú? Partí. Bara svona klassíst. Já, sko, máli er að, ég veit ekki, tónleikandi sjálfur voru ekkert eitthvað svona, þú veist, mér finnst leiðilt á tónleikum. Ég er búin að fara í gegnum áður. Sko, sitjandi tónleikar eru yfir höfuð finnst mér leiðilegt. Það er ekki hægt. Sko. Já, en á svona stóru venjúi, eins og við erum með bara svona stóru venjúi eins og Laugardalshöllin. Já, Egilshöll og allt þetta. Já, Egilshöll og allt það er á milli. Það er allt saman vesen. Já. Þú veist, það er vesen að komast inn. Já, það er svona raðir. Það er svo þarft að finna sætið. Já. Og ég vil helst vera í sætið. Er það? Já. Ég vil bara geta setið og staðið upp því ég er í fíling því ég vil. Já, ég vil sko geta staðið og geta þá farið þegar ég er bugaður. Jú. En ég ætla að fyrir þarna og svo er vesen, þú veist, það var vesen að koma svo barinn. Og hvað er málið? Og þarna verður eiginlega að segja bara, þú veist, Jeffrey Coe og þið sem eru að sjá barina og eru búin að sjá bari heil lengi í tónleikahaldi, þú veist, farið að gera aðeins betur þegar kemur að því að hafa bara örlitla, bara röð og reglu á barna. Ég munna, þarna hrúust allir saman. Já, sko. Svo eru ykkur krakkar þarna sem að þarna ég höfðu einhvern veginn enga stjórn á öllu þessu 45+ fólki og þetta er fólk sem veit hvað það vil. Já, þarna sko að hafa sko stjórn á barnum en líka bara hafa stjórn á, mannst ekki þessu æskæstæmi, var ekki fólk að vera undir og jú, svona kortir í. Þú veist, og það er náttúrulega bara barinn. En svo er við að koma svo klósitið. Já. Og það er náttúrulega vegna þess að 80% fólkin er á móka í nefið á sér. Sko, já. Þannig að það ílengist aldrei inn á baði. Og hinir þurfa bara að pissa og hinir þurfa að pissa á sig. Út af áfenginu. Já. Þannig að ég í raun og veru kláraði ekki þessu tónleika og fór bara. Já. Fórstu fyrr. Já. Ég fór. En það sem ég ætla að segja hins vegar með daginn, sko, undanfærin að þessum degi, það er það að það var svona smá þjóðhátíðastemning í bænum. Já, var það ekki skilnaðarpappírarnir sem voru að fara í gegn? Það voru einhvern veginn líka allir að fara á þessu tónleika. Já. Já. Allir 40+ voru að fara og það var einhvern veginn allan bæ, fólk að fá sig prýdrink hér, ég fór á Ölveri í einhver fyrirparti. Það er gaman. Þú veist, það var ekki leiðilegt, það var eiginlega skemmtilegast partí. Við þurfum að fara oftar á Ölver. Oftast er fyrirpartíð skemmtilegast. Þeir voru líka að taka spilakassuna, sagði ég. Já. Þeir eru svolítið að kötta á þann hóp, þann fasta kuna hóp. Og hvert fyrir svo hópur? Monaco. Já. Það er bara einu sem er í stöðunni. En sko Ölver, ég held mig, ég fíla Ölver og ekki bara Björn Hlynur og kóða þarna bara og Björn og hann stendur vaktina. Já, sem er svolítið flott sko. Talandi að standa vaktina, þú kíktir rétt að hann á 280 bakari, nýja bakari á Klappastíg. Já. Hvað varstu að fá þér? Ég fekk mér þarna, fekk mér svona giflur fyrsta lagi sem ég ætti að borða eftir. Gömlu giflurnar. Já. Sem maður gerir bara aðeins lengur en Ari, bakari. Já. Og svo fekk ég mér eitthvað þarna smjördegspartí með einhverjum ólífum og fytosti, mjög gott. Já, en fyrst og fremst er þetta fallegu staður. Þetta er fallegu staður. Ég fór á Instagram með þeirra áður en ég mætti og ég fór svolítið að skoða svona væpið og mér fannst þetta að vera svolítið svona, þetta er rosalega mikið svona
sko, hönnunar tískan í dag. Þetta er svona, Já, ég er hrifinn. þetta er svolítið núna, þetta er skandinavíski. Þetta er hafstúdíó, sem er einhvern veginn að æla yfir allan bæ. Já, þau eru að hanna hérna allt út alla trissu og henda bara í bakari og mér líst alveg vel á þetta. Ég fór í gær og keypti með brauð og einhverja smáköku og þetta ég ætla ekki alveg að deyja yfir þessum stað. Sko, inn í end verði ég að segja þetta er bara bakari. Þetta er bakari, en þetta er gott bakari. Ég meina, sko, þetta er Ari bakari, sem er bæði náttúrulega mest sexy bakari á landinu. Ok, það hjálpar. Svo erum við með náttúrulega þau í Haf, Hafsteinn og frú, og þau mætt á vaktina. Þau eru fallið líka. Og svo farið croissant. Já. Og ég meina, ég hef aldrei verið einhver típa sem er eitthvað, vá, þetta er besti croissant sem ég smakka. Nei, inn í endi er þetta, ég get alveg farið í Æsland, ég Hafnarfirði. Þú getur plantað mér í... Og fengið með croissant þar og verið bara, vá, hann er flott. Ég með kókumjólk með, smá smjör. Þú getur plantað mér í París og á sko kaffihúsi sem á að vera með besta croissant í heiminum. Ég myndi vera bara, já, veistu, ég bara tekið orðinu, sko. Þetta er smjördeg. Þetta er smjördeg sem er búið að rúlla upp og hendi í ofnin. Ég er eins og þú, ég geti farið í bónus. Já. En stemningin, ég er stemningsmaður. Já. Og fyrir mér, finnst mér að því að Klappastýr finnst mér vera besta gata á Íslandi. Hún er hann svakaleg. Og fyrir mér að fá eitthvað svona fallega viðbót á bestu götuna á Íslandi. Ég var að segja, sko, ég held ég að vera að segja því ég fór og þarna hitti Karitas og Ara bakara, þarna áðan, þá var ég að segja, sko, Klappastýr er eiginlega að vera það skemmtileg gata og hún er svona korter í hvort hann verði einhvern tímann göngugata. Það getur verið, myndu eigendur veðurs fíla það eða? Já, það er búið að vera... Hér er Svankvít búin að leggja tillögu. Já, það er búið að vera akutera. En ándjósamt, af því að þetta er eins og ég var að fara yfir. Ég meina, svo náttúrulega endum við á, svo erum við með skál sem toppar göttuna hérna. Já. Þannig að við erum með stað, ofan á annan stað. Með Irishman Pub. Sem er stemmari. Eiginlega Monkeys. Eða koktelbarinn. Eða koktelbarinn sem er nú ekki brjálæðislega mikið líf í kringum. Leiðinleg. En hvað er þetta apero sem er hérna á móti? Já, ég veit ekki hvort það sé opið lengur. En svo eru vendingar líka hérna á Klappastíg. Við erum að tala bar ananas. Það er nýtt. Það er bar ananas. Það er nýtt að fara að gerast þar. Og yes! Nú fyrir hann að hrista, skulum taka smá hlýja. Það drikkur vikunar. Tökum smá hlýja og komum aftur í drikkvikunar eftir augnablik. Sko, við erum mætt aftur. Ég fór á þann stað, við erum að tala um bar ananas. Sem er að opna. Sem er að fara að opna. Viðbót við Klappastíg. En sko, ég var að segja árum fyrir þetta nefnilega. Sko, bar ananas húsið, þetta sjálft, ég man ekki númer hvað þetta húsið er, en þeir muna sem munna. Og þarna var alltaf staður, legendary staður sem heit Pasta Basta. Já, ég man eftir hún. Og sem var einhver svona þvottastöð að ég held. Nú er ég að tala bara skemmtinu. Ég þekki til eigandans, hann er þetta látin. Okay. En ég get alveg trúið því. En allavega, þarna var Pasta Basta svona lengst af öllu. Já. Og það er einhver álög á þessu húsi. Það hefur ekki gengið upp neitt. Þetta er svona svo skemmtilegt rými. Þetta er skemmtilegt rými, en það er einhvað. Þarna vil fólk meina að þetta sé reymdast á húsi Reykjavíkur. Ég trúi því. Þarna sé bara, og sko, hundar get ekki verið þarna inni og þú veist, það fyrir einhvern allt í fjandans og það er einhver maður í hotninu og speilin snýst og ég veit ekki hvað. Í alveg, er þetta allt eitthvað sem þetta? Já, ég er bara ekkert... Bar ananas, maður. Heyrði, en að því sögðu, þá hefur ekkert gengið þarna, það hefur allt farið eiginlega á hausinn leið. Þannig að þegar ég frétti að það var að opna staðar þarna, þá hugsaði Opposi. Svo frétti í slúðunum að Nuno Bento var að opna þarna stað. En svo var ég að fá núna staðfest að það var ekki rétt. Hér er drikkuvikunar og ég er að fara að klára hann. Sýttur hann fallegur? Já. Drikkuvikunar í búið veður og sjálfsögðu. Já. Hvað heitir þessi? Þetta er Lavender Mermaid. Lavender Mermaid. Og... Þetta er gindrykkur ekki? Marberg Gin. Marberg Gin. Lavender Syrup. Lime. Apapa. Ég með hugmynd. Þannig er bara að segja því mækinn. Og bara drikkuvikunar. Og drikkuvikunar er Lavender Mermaid og í honum er Marberg Gin, Lavender Syrup, Lime, Apufaba og já, ekkert meira. Og ég glemir eitthvað einu. Hann er svolítið sexy. Það er svona smá dust á honum, Lavender Syrup, til að fá lyktina meira. Bara nær, já. Vá. Þetta er drikkur sem að ég fekk hjá þér á sko sumardegi í sumar. Og systir minn líka sem að sko er frekar mikil gikkur. Já, fílar hún svona frúti. Já, hún einhvern veginn er bara, þú veist, við erum að tala um sko, hún er 42 ára
og hún er ennþá að úti í sig Passoa í appelsínusafa Það er eins og það sé bara strákæðilegt. allt í lagi Já, það er ekki alltaf leið. en hún alltaf að drekka hann og hún segir, og ég sammála þetta er eitt besti drikkur sem hún smakka ævi sinni. Já, Little Mermaid. Mhm. Þetta er bara, hefst, Þannig að nú getur bara að smaka þetta. Hann er helviti góður. það ekki, Heyrðu, hann er geðvigur. Halló. Þetta er í alveg ógeðslega góða drikkur. hann er bara geggjaður. Og ég sé alveg, Hann er fallegur líka. ég sé alveg að 42 42 ára Passoa frú Passoa frú Kópavogi. myndi alveg lepi þetta upp. Já, sko, nei, þetta er líka betri viðbót Mhm. Þú veist, þarna núna getur hún hægt Já, núna getur hún bara að fara að þessi gera þetta. Passoa sulli sem búin að vera í síðan hún var 17 ára Aquafaba, Þetta er ótrúlega góður, já Þetta ekki hviti dæmi. Já. Vist, safi úr kjúklingadós. Þetta er velunadrykkur, vissi það? Þessi? Já. Nú? Hvað? Hún hafi fengið Óskarinn? 3. sæti í keppni sem ég vil meina það heiti Marberg keppnin koktelkeppna við þeirra Já. Ok, ég fíla það. Herru, höldum áfram með bara ananas. Heyrðu, ok, já þannig að þarna hefur sem sagt alltaf allt farið til fjandans Mhm. og þarna ég djúlir þetta góð drykkur, býta þess Já, Þarna við erum ég- ekki hann að klára þetta, sko. Alltaf, þarna hefur allt farið til fjandans Mhm. alltaf þannig að svo sem frétti eitthvað slúður að hún og Bento Já. sem að, þú veist, hafa bara gert annarkvæmt stað á Íslandi Já, hvað kaldi kól... Nei, það eru Nei, við erum að tala um apóteki, Ég er að tala um apóteki, fjallkonan, sæta svínið, Tapasbarinn, halló, 25 ára tipsi, fór ekki fram hjá neinum árhjöföldum tapasbarinn, já, einmitt, ég er langt sér að fara þáka. og þarna, já, bara fullt af Já. allir þessi staðir og þarna mexikanski staðurinn Tres Logos. það má alveg margt segja, þú veist, kannski gæði sumra og annað, en það er annar mál en En þeir þeir gera, vita alveg- þeir gera vel Þeir vita hvað er að gera. en ég líka. hugsa að, vá, þetta er geggjað, þetta er akkur sem vantaði Mhm. svo frétt að þeir vera ekki með þetta Sko, ég er nefnilega með smá innlegg í þetta. Núna seinasta laugardag, þar seinasta laugardag, þá er ég að rölda Laugaveginn og ég sé þarna stað sem heitir Swirl and Roll. Swirl and Roll, Já, hann er á móti bónus á Laugaveginum. Ég var ríkalegt nafn hrikalegt nafn, ég var búinn að skrifa inn, kærastan vildi sushi og ég skrifaði inn í Google Maps sushi já. og sá þennan stað koma upp og ég bara, já flott, við löpum bara þangað, þá er þetta ekki sushi staður, þetta er desert staður sem gerir svona crepes sem lítur út eins og sushi. ég hef reynd að labba þarna framhjá Já. og mér hefur langað að fara þarna inn af því að, sko, ég er mikill krepsmaður Þetta var gott, sko. auðvitað er þetta gott Og þarna var maður sem heitir Andrea, held ég, ok, ekki, Andrea, og þarna, þetta er Ítali og þetta er sko ekta Ítali, hann er svona passionate gaur, sko, hann er, söður Ítali já, alveg svona, minnir á vikingvin þáttarins, já, sem er norður Ítali sem er, já, en svona, þessu, já, ég bæði fatta væpið, Ítali, ég fatta já, væpið já. bæði svona í fíling og hann fer að gefa mér hérna, hann gýrast upp og gefur okkur eitthvað auka dæmi og það er eitt í þessu, það er svo óþægilegt þegar maður er kannski í svo þess tilfelli að fá sér desert og er bara að njóta og maður var kannski ekki það svangur en svo kemur sko gæinn kannski með meiri desert til að sína, skilur, heyrðu, prófið þetta líka já, sem er svona að gefa já, hann, í þessu tilfelli var hann bara peppaður, þetta er Ítali já, og hérna, þetta fyrir meðvirkni mín fyrir alveg nei, að því að sko maður er fucking Já. sattur eftir fyrri desert núna kemur þetta á borðið, maður fer eitthvað nart í þetta, maður er að fucking springa, já, þú vilt ekki vera dónalegur og skilja eftir ó nei. Nei. Þannig að það hefst bara þarna eitthvað svona suicidal out já, sem maður bara, og þið eru bæði smávaxin þið parið, við með erum, allri við erum virðingu. matgrönn þið eru matgrunn já, og við vorum komin í eitthvað rugl þarna að reyna og ég þurfti meiri að skilja smá eftir, það náði að trompa meðvirkuna sem er eiginlega ótrúlegt sko. En allt rosa gott hjá honum og hann hendi kaffi og var alveg þú veist, ítalskur með kaffið on point og ég segi bara flott hjá þessum gæja. já, en nafnið, hann þarf að breyta því Nafnið þeirra Swirl and Roll Swirl and Roll, já, Swirl and Roll og þetta sushi-æði, núna er byrjað sko, þetta er tíska, það er byrjað að setja allt í sushi, það er byrjað taco í sushi-formi, eitthvað svona ég veit ekki hvað mér finnst um þetta trend en þessi maður, Andrea eða Andrei, ég vona sér að segja þetta Andrea þessi maður er að byrja með nýjan stað það sem bar ananas var já, þannig að þetta er ekki núna á bendu nei, mér skilst ekki ég segi, ég vona sér að fara með rétt mál ég vona að hann búið til gott nafn á staðin, af því að sko á svona stað sem er cursed eins og þetta húsnæði að þá þarf náttúrulega að gera vel þegar kemur að nafnaleit, byrja það má frá ekki vera Swirl and Roll number 2 eitthvað carne delicious Já. nei, hann byrjaði að fá særingamann einhver svona cleansing ég þekki tvær í alvörinni? Já.
Ég hef heyrt að það virki, sko. Það virkar. Ég helfur. Það virkar. Þannig Ég að bara get sagt þér frá því. við þurfum að tala við þennan Ítala og fá hann til þess að græða fyrst særingamann eða konu. Hringi þess að tvær kvinnur. Já, bara báðar á svæði. Já. Ég held að þurfi bara hérna A-team. Og finna svo gott nafn á þetta. Hann talaði að þetta væri svolítið steikar svona staður. Já, þetta er essi. Hann að fara bara, já. Ok, ég reyndar til í einn góðan steikastað á Klappastíg. Það eina sem við vantum. Já, með tilfinningaríkum, passionate Ítala bak við. Kálfasteik. Já. Hann talaði hráefnin, hann var að fara all in í eitthvað gourmet og hann seldi mér þetta. Ég trúi því. Bara ananas. Sjáum hvað setur. Og þetta verður þá enn viðbót í Klappastíg. Já, og bara vonandi gengur það ótrúlega vel. Svo erum við plötubúð. Svo erum við költi sem var hérna fyrir ofan. Var ekki költ? Er það að tala sem að vera að selja þarna í... Sítara. Já, ukulele. Já, ukulele og sítar. Nei, það var einhver stað. Þú veist, ég keyrði yfir hippa sem var að labba með dreddana, já. Já, hvíti gæði með dreddana. Það var nýkomin þessu búð, ukulele. 5 aukastig fyrir dredda, sko. 10 stig. 10 stig fyrir að ná einum. En sko, þetta var samt heldur frekar, ég held að það hefði verið hliðin á því og var kannski eitthvað sami rekstur, en það var einhver veitingastæður líka sem að breytist í eitthvað köll. Já, ertu ekki að tala um Garðin? Já, hann er enn, bara DJ Margeir var bara að koma á lönns þegar ég að koma úr 280 Bakery. Er hann í kvöldinu? Hann er alltaf bara sko alsett að labba út. Bara komin úr lönnstæðan. Þið veit hann í þessu. Já, hann er svona smá kölllegur. Já, sko. Smá svona kontarhristaða teknum með mér og bonum smá. Förum í kakó klens og eitthvað svona. Já, og fáum okkur smá tofu og höfum að næst. Förum í sweatlots. Þannig að, já, ég ánægði þetta köll lifi. Það sjálf. Er ekki búið að handtaka það mann eða eitthvað. Svo kemur náttúrulega í ljós að, það alltaf sama saga með köldin, það er eitthvað svona eitthvað stemming endar allt eins endar einhverjum það verður einhver svona Netflix eða mynd já, það verður það drullu nett sko. En svo erum við, plötubúðir og eitthvað, við peppum þetta þetta er okkar gata og bakarið sem að eins og ég segi þetta minnir bara svolítið ábreyð og svolítið svona bara svona þetta er þennan stemmari, en ég menna þú veist hvað maður að gera öðruvísi, vera með fallegt fólk bara mjög stort bara skref tekið þar það er alltaf aðeins betra með Hafstein, Caritas, Arabakara Ari sæti og svo líka sko er þetta alltaf aðeins betra þegar þetta er ekki keðja, manni líður aðeins að með stemming yfir. Ég hugsa að 280 bakari verður opnað í Smáralindinu sko, það kemur ekki óvart ég brauð og kó þau eru náttúrulega komandi allt og ég fór í gær ég labbaði inn á staðin Okki í Kringlunni og það er brauð og kó bara búin að auglýsa bara í öllum svona skjáum þetta er svona stað sem fer í pílu og eitthvað þá bara þessi pílar í boði brauð og kó sko. Og ég fór þangað í sumar með mömmu þetta er ekta mömmu staður nei, þetta er ekki ekta alveg mömmu mín staður en hún var hrifin við fórum hérna í ekki fúsból heldur svona hokki svona þýttokki heyri við maðgininn við áttum gæða stund það var svo gaman hjá okkur þetta er þeir fyrir mæðradaginn alveg ég fekk smá sjokk þegar ég labbaði hann inn af því að ég bjóst ekki við 600 fermetrum það var svona annað hver vinnustaður á landinu mættur í pílu og í feeling svo er matur þetta er smá leikland og þetta er smá svona þetta er svolítið crazy sko. Já, það er rándýrt. Þetta er rándýrt, þetta hefur startkostnaður henni verið einhver. Og máli er að ég fór með 2 kokkum minni svona til Noregs og við fórum, það var ég og Rapp Svansson, Andrés Patrikur og einn annar kokkur og við fórum á einhvern skítuðan stað í Noregi sem var með svona borð, svona þýtóki og þetta var ótrúlega gaman. Já, ok, ég þarf að prófa þetta. Já, það þarf fleiri svona stað. Það þarf að taka píluna þess niður. Já, ég er löngu komin leið á því sko. Þú veist, þetta er en það kemur, við erum alltaf með eitthvað trend í gangi því það kemur örugglega næst eitthvað trend bara, þú veist, þetta þýtóki kannski, hver veit. Já, ég hugsa að það verður eitthvað svona þýtóki staður. En þetta eru svona útkværa staðirnir og Kringlan náttúrulega ekta svona staður sko. Já. Labbaði fram á Kringlu. En vel gert samt. Já, maður þarf að prófa þetta sko. En svo er að opna í Smáralindinni, þannig að við förum bara að klára maður fréttinnar með þetta. Já, þar er að opna mathöll. Ég fór í Smáralind helgina. Já, er búið að opna hana? Nei. Alls ekki. Það eru framkvæmdir í gangi. Já, heldur betur. Ég fór í Smáralind og ég byrjaði að sjá alla svona aðeins svona gauðra sem eru aðeins eldri en ég úr Garðabæ. Já, svona mínum aldri. Já, kannski nær þér aldrei, en svona leiðilegasta gengi þetta er liðið sem er að fara að mæta þangað. Þetta er liðið
sem að var svona smá bullís og voru svolítið leiðilegir og anstíkilegir og svona töffararnir, allir komnu með bumbu, allir með einhver 3 börn sem þeir hata, allir með einhverja kærustu sem að fór í síló 19 ára og orðin sjúskuð á botoxinu og þú veist, og þetta gengið í Smáralind og ég bugaði smá maður var að dodsa svona smáhjal eða small talk eins og engi væri hvað segir maður? Morgundagur en svo fór ég og ég ætlaði að éta þetta með félagum mínum og það var ekkert Bakkó-staðurinn og loka honum ítalski ég skil það vel mér langaði þangað þarna á lokunum Café Adesso það var að taka starfsleyfi af það var tilkynning ekki gleyma því ég komst ekki á hann þeir mistu leyfið þarna það var einhverja 70 kettlingar að fá sér krep, talandi krepsstaður mikill þær voru að fá sér, það er einhverjum konur sem mæta alltaf þarna, alla miðvíkudag eða eitthvað og voru þarna allsælar með einhvern skýta kaffibólla á 15 kall og kreps með hrísgrónum og blaðlauk og einhverju hvernig missur og leif? Það bara þeim voru vísa út með lofuröglufylg það voru miður sín eina fúti sem ekki herst í lífinu var bara, þú veist bara ekki borða þetta aldrei og vera Café Adesso og fyllt út í lögreglufylgd þegar þeir mátti ekki en þá eitthvað, þú veist, ekki búið að borga einhver íðgjöld sem að hefur vantað það var ekki kannski að það væri, þú veist, rotteitur einu góðu staður, kreps upp á 10 ég fekk með kreps og síku bara innismókur þetta Smáralindin sko. Þannig að við vorum komnir hérna í smá klípu og fórum hérna það sem að matvöldin átt að vera þá hún alltaf bara ennþá í framkvæmdum við vissum, við ætlum ekki að fara eitthvað Joe & Juice kjaftaði, skilur Nei, maður hefur endað þar oft í svona síðustu. Þrótt, sko. Þannig að við enduðum á stað sem heitir XO. Panta mikið þar. Ég ætla að segja. Ég panta rosalega XO í Smáralind. Heiðarlegu staður. Tandoori. Já. Kjúklingurinn. 10 af 10. Þessi staður leynir á sér. Ég bjóst ekki við neinu. Þeir eru með hádegistilboð. Þeir eru með tilboði. Ég fór með svona heilsufélaga mínum. Hann svona algjör eitthvað hlaupari og eitthvað. Hver það? Andi Arnar Gunnars og hann fekk sér salat, þú veist, rosa hollur eðlilega nautasalat og ég fekk mér ostaborgara, þarna gáttu við báðir hvernig var borgarinn á það? Solid shoppiborgari nei, þú veist, XO, bara smá sjátt á hann og smá lof ég borðað mikið á XO, óvænt lof ég tek rosa mikið og hann bjargaði okkur hérna, við vorum bara þurfum að fara eitthvað annað en Smáralind, við gáttum ekki getið þetta náttúrulega en smá millibils ásatt náttúrulega sko. Og loka mandi náttúrulega líka Smára þannig að það verður ekki að fara þá. Já, einmitt. En það mikið af lokunum og svo höldum bara áfram í fréttum. Það var hérna þau eru að fara að loka Brewdog. Já, þangað hef ég bara komið 3 sinnum á heiminn. Ég kannski tekið svona 5. Þetta er staður sem fór algjörlega út af minni radar. 5 sinnum sem ég fór kannski. En ég er ekki mikill bjórmaður heldur. Nei, ekki ég heldur. Miður, það er ég bara ekki í þessu. Nei, í svitapartí. Ég var ekki alveg nóg hrifinn, þetta er svolítið svona, þetta er keðja. Þetta er skálmaldargestir. Þetta er skeggolían, þetta eru menn sem get ekki farið í klippingu nema sér viski í boði, sko. Og þú veist, og mér fannst það bara allt í lagi, allt í lagi vangir, ævita ekki. En þetta er bara keðja og það er ekki mikil vorkun í þessu, þeir lifa þetta af Brewdog menn og eða skilur mér fannst þetta væri nú bara eins og þeir hafa bara tekið ákveðnum en ennisvíki. Já. Á þess að ég veit einhver um það. En þetta er rauglega eina svona Reykjavík Brúari fórvist með einhvern björkúta í gær og gréttu yfir því að þetta var síðasti kúturinn sem fórum með það var eitthvað dramatík yfir þessu já, þetta var svona söknur þetta er einn að fáu börn sem eru international keðja sem er líka bar ég meina það er ekki þetta maður heldur ekki eitthvað volað mikið með en ég meina það er sjór já þeir náðu því já, gera aðri betur já, ég vona að aðri gera betur af því að þú veist, með þessa kraft bara ég fór á skúla helgina þú veist og ég ætla að henda að sjáta þetta á hann mér fannst það solid hann er smá rembíkur, þú veist það er smá svona viltu skýrbjóð hefur samt alltaf verið það mér finnst þetta mjög snæs að sitja þar ég fíla hann drakk bara light reyndar sem statement má ég klára henni að drikk ég fæ mér eitt sopa og svo skellir hann mig mér finnst það svo ljúfengur en þar var hægt að fara í pop-punkt og góð tónlist og ógeðslega leiðilegu barþjóð sem að hefur alltaf verið nema það Víkingu var með þetta
Þeir eru þarna á skúla í svo mikilli fílu og félagi minn, herra Heilsa, hann var að fá sér bjór í fyrsta skipti í 76 daga. Já, vei. Hann var í skilnaðarpásu. Var hann að skilja. Já, hann einn af þessum sem voru að klára pappírana, sko. Hann ég segi tók edrúmennskuna á meðan. Já, mér finnst það flott. Flottur. Já, þú verður að Þetta er að stíga upp og taka ábyrgð. En algjörlega, en ég er líka að segja samt, sko, að núna er þetta lið að koma á stjá og þau voru að segja ykkur hérna á veður, Símon var að segja mér að það hefði verið sturlað að gera á laugardaginn seinasta hér. Haustið, sumarpappírinn komnir í gegn. Sko, skilnaði pappírinn til hliðar, búið að spá í sýslumaður búin að kvitta undir. Hver fær lögheimili, það er reddað, búið að selja, búið að kaupa nýtt, jafnvel. Kaupa út, kaupa inn. Já, þú fær kaffivélina og ég fær ljósakrónu í staðinn. Og svo þarna er núna að færa út á lífið. Þannig að það eru allir mættir. Þannig að núna er sko, og meiri segja, félagið minn lenti í þarna annar reyndar sko, og þú veist að það var bara verið að bjóða, bara eitthvað gælla, bara eitthvað kott í eftirparti í Hafnarfirði og þú fær bara að gista hjá mér og veist, það er gretta í loftinu. Það er það, haustgrettan. Hún er best. Það er líka sko haustgrettan er þannig að hún er svo prívat. Já. Það er dimmt úti, þú fer bara heim. Skjóli nætur. Já, þú ert ekki einhvað austuvelli í sleik. Nei, í dagspyrtu. Nei, það er bara, þú veist, nú bara dimmir bara vel 7 á kvöldin. Getur laumast heim. Og þá getur þau fara aðeins að óta og bota. Mitt og nýkomin og skilnaði 76 dagar edrú og við mætum hann á barinn á skóla og ég er eitthvað svona hátíðarfílingur í mér og ég er svona, heyrðu, þetta er fyrsti bjórinn sem þessi maður er að fara að drekka eftir 76 daga pásu hvað á kallinn að fá sér spyr ég barþjóninn heyrðu, honum er svo skít það var bara eitthvað bara, ég veit það ekki þú veist, ég geti kannski prófað hann og eitthvað, ég veit það ekki ég hefði farið með hann annað ég hefði farið með hann hinga á veður til Símons og Svankvítar ég hefði farið með hann til Lilju, Æris, hún hefði tekið hann fagnandi hann var með gjafabréf ég hefði sleppt þessu gjafabréf og bara rent kortinu stimplað þetta gjafabréf inn en sko þetta er svona þeim en ég man sko þegar Víkingur, okkar allra besti hann var að reka skúla í smá tíma og hann var eitthvað svona að reyna að koma með svona happy Italian vibe, þú veist að taka bara vel á móti öllum gestum. Það fór bara ekki sérstaklega vel í sko kunnan. Nei. Þarna voru einhverju borgarfulltrúi á VFG, allar í fílu. En líka þungarokkarar. Og þungarokkarar líka. Og skeggið. Og skeggið. Já, þetta einhvern veginn fór, og svona súr svitalit, sko. Hún maður þarf að venjast henni, það tekur alveg hálftíma að venjast svitalitinn þinni, sko. En ef maður bara býtur á í axlinn, þá nær maður að venjast svitanum og þetta í smá bjór. En ég fílaði að sitja þarna og veistu, við sátum úti í smástund. Það var svo hlýtt að laugardaginn. Já. Og það var eitthvað hitalampir enda líka eitthvað. En þetta var alveg... Þið áttu góða stund saman. Þetta áttu mjög góða stund. En hvað gerði svo með viðkomandi skilnaðar pappa? Heyrðu, þetta var... Var það bara 1 bjór og heim? Nei. Það var röngan á endanum að sjálfsögðu. Ok, viðreynsla. Þannig að ég segi það nú ekki. En sko, það var langt kvöld. Já. Við kannski förum bara yfir í dagbókina hjá okkur. Tókum fréttir heldur vel fyrir. Sko, þannig að við fórum hann á skúla og svo fórum við á litla barinn. Býtum við, hver er hann? Heyrðu, þetta er einhver staður hérna á Ránargötu. Já, ég er ekki búin að fara okkar einmitt. Ég er hrifinn. Þetta er eitthvað svona hotel-ish staður. Logi vinnur okkar. Hann er ofta þetta. Logi Marr. Já, þannig að sko, ég var hrifinn. Mér fannst þetta bara stránkæðilegur staður, það er bara cozy happy hour og hann er svona lítill og þú veist, á cozy hátt og maturinn bara heiðarlegur og allt í lagi verði, ég veit ekki, og líka bara cool að vera einhvern veginn á Ránargötu. Þú veist, svona smá sjarmerandi að vera ekki. Er hverfisvæping? Já, en ég held að Forrétt að taki það hverfi svolítið. Forrétt að bara, ég er hann búin að lifa. Við fórum svo beint þangað. Vá, hvað ég elska þann bara. Það var næsta stopp, nefnilega. Forrétt að bara. Og þar líður mér svolítið vel. Já, ég mér alltaf liðið vel. Ég held að synda ég fyrir á þarna sjaldan. Nei, einmitt. Þetta er svolítið góðtústaðir hjá svona okkar vinahóp. Sko. Já. Sem að búa það í Vesturbænum eða bara? Já, en bæðu og sko, og þú veist, og þarna fótboltafélagið myndi fara þarna. En svo er þetta að fá sér eitthvað aðeins að éta og Guinness og þetta er bara svona cozy staðir, sko. Já, þetta var að fótbolta þarna. Já, það var einhver leikur, mér veist fínt. Þetta er líka svona næs bara að fara að horfa á fótbolta. Það er ekkert, þú veist, það er engin þarna
engin skítafíla, það er engin Það er ekki sveitalegt þarna. fallur bar, Já. það er bara góður veitingastæður Þetta er eitthvað með fjölskyldu. eitt skjá að sína fótboll. Já. Mælum með. Svo farið beint á uppistand með Birnu. Já, hvernig var vinkona þátturins? Birna Rún, ein fyndnast á Íslandi, hún er æði. Já. Og diggir hlustendur vita, hún kom hérna og kom í þáttinn. Fekk bara sér gimlet minni mig. En þarna, nema hvað að ég fer hérna uppistand og þú varst áðan að tala um Gus 45 ára, þú veist, já, það meikar sens. Þetta var áhugavert krát. Þarna erum við að tala um, ég ætla að segja 30 til 40. Já. Auglýsingageirin. Já, þetta er verstafólki. Þetta er verstafólki. Þetta er hræðilegt. Þetta var eins og bara ásættið hjá einhverjum auglýsingastofum. Og þarna, þú veist, var ég með 2 úr auglýsingageiranum og það var bara að vera, hvað, þú veist, þetta auglýsinga og þetta hitt. Allir að networka yfir einhverju. Já, rosalegt network. Svo var farið inn á uppstand, þetta er Tjarnabíó og ég fíla það venju ágætlega, sko. Já. En, sko, það er svo fyndið, maður dæmir stundum fólk útráði, sko, yfir hverju það hlær. Já, ég skil hvað minnur. Þannig að þú veist, hún Birna, hún er uppstand og ég minna, hún er á þessum aldri og það var klárlega svona þannig væpi yfir þessu. Svona, hver kannast ekki við þetta 30 til 40 ára dæmi, þú veist, eitthvað svona leikskóla tengt eða eitthvað. Og þú veist, og það var til dæmis einn sem var bara, þú veist, bara öskrandi yfir, sko, ófyndnasta stöffinu. Af því að auðvitað er, þú veist, er þetta misfyndið, skilur við mig. En þetta er ekki kona í skilnaðferli. Í ferli. Já. Þetta er eitthvað svona taugafall. Hún fekk ekki lögheimili. Sem ættir að merkja við þarna. Hún fekk ekki húsið, hún fekk ekki mokkavillina. Nei, og ekki forræði. Hún fekk forræði farið. Nei, þú veist, en hún ætlar að gera sér glaðan dag og fara upp í stand. Já, og finnst bara allt fyndið. Já, þetta hefur verið eitthvað þannig. En þarna, sko, það var margt, þetta er fyrsta uppistandið hennar. Já. Þú veist, það var í lengra kantinum. Ég þurfti að fara fyrr. Ég bjóst að það myndi vera styttra. En, sko, mér finnst hún vera alveg með sitt krát. Hún er greinilega að gera rosalega rétta hluti fyrir sitt krát og eins og segi, fyrsta uppistand bara drullu solid og er það fyrsta uppistandið? Já, fyrsta svona sýningin ég skil hvað meina. Eitthvað svona sem heitir eitthvað og hún selur einn sjálf og eitthvað en hún er ógeðslega fyndin og þú veist, og uppistand er bara allt annað, sko, animal, sko, svolítið heldur en, þú veist, margt annað. En svo eru líka fólki, ég meina, svo eru sumir, ég meina, eins og Pétur Jóhann sem ég finnst sem mest darling á Íslandi. Hann er æðislegur. Þú veist, ég held þú finnir ekki mannesku sem er bara þetta er einn örgleitt besti gæi á Íslandi. Hann er geggjær. Mér hefur aldrei fyndið þessu uppistandi hann að fyndið. Nei. Þú veist, mér finnst hann samt fyndin yfir höfuð. Þú veist, mér finnst gaman að hlusta á hann og mér finnst hann fyndin típa og það er náttúrulega bara nóg að horfa á Pétur Jóhann og það er, sko. Já. En uppistandans finnst mér ekki fyndið, en ég á hins vegar marga vini sem að bara finnst þetta bara geggjað. Það sem að hann hefur þessi gert, Pétur Jóhann, og þarna ætla ég að lasta þessa vini mína sem ég er að tala um, vini, fransískinni líka, suma, og það er, hann hefur frá því að hann byrjaði tók hann örugglega bara ákvörðun að miða bara á bólinn. Já. Þú veist, það er bara, þetta er bara hans atrið. Þetta er fólki sem býr á völlurum í Hafnarfirði. Hlustar að dikta mikið. Og þú veist, og já, og svona þess konar Ilja. Nei, þetta er ekki Ilju. Nei, þetta er ekki Ilja. Mér langaði bara að nefna það. Nei, það er ekki. Nei, ég get sagt það, þetta er ekki Ilju. Nei, þetta er dikta. Hipsumafs líka, já. Algjörlega. Og okkar menn. En svona, þú veist, hann er bara miða á þennan, bara, já, þetta er bara bólurinn, Akureyringar. Hann er rosalega vinsæll á Akureyri. Sé alveg, sko. Og þannig er hann bara búin að marka sig. Mætir í hóf. Þú veist, þannig að hann er ekkert að reyna að fá einhver svona fólk. Nei, en ég held að... eins og mig eða fleiri sem bara hafa bara öðru í þessu húmor. Ég held að sé líka ekkert að dífa sér honi í uppistandi. Hann er með nokkra góða djóka sem hann notar svolítið aftur. Já, þú veist að kötturinn. Kötturinn, missi, hann sko, að sleppir aldrei kettinu. Nei. En svo er það annar gæði sem mér langar að ná á uppistand og horfa á. Það er Sveppi Krull. Já. Hann er byrjaðar með uppistand. Ég geti fílað það. Já, við þurfum að tjekka á þessu. En svo veit maður ekki. En eins og ég segi, af því að þetta er rosalega, þú veist, langt frá því, sko, ef manneskjan er fyndin, þá skiptir það valla máli hvort að hún mun eiga, varandi hvort hún mun eiga gott uppistand eða ekki. Veist, það er bara klárlega. Þannig að þú varst ekki að tengja við þetta uppistand hjá. Þú veist, ég held ég verið ekki markkópurinn, mér fannst samt, þú veist, ég hló, skilur, mér smart mér fyndið. En ég held að bara fólki sem var þarna hafi bara farið það mikið í taugarnar á mér að ég leta kannski skemma en hún er fyndin og ég ætla að mæla með þessu. Ég fór einu svona uppistand með konuna sem við nefnum ekki af sem er á ískaparnum.
þá bauð ég henni á þarna Jakob, þarna gerpið þarna sem sem við langar alltaf smávegis að berja en á sama tíma að ríða. Hann ekki að, myndiru? Ég hugsa það. En þú veist, en það eitthvað svona, já. Það leiðilegt kynlíf. Ég veit það ekki, sjáum til. Já. En hann ekki að vinna eitthvað fyrir Snorramá eða eitthvað? Nei, hann að vinna sem aðstofamaður dómsmálaráðherra. Eitthvað minna sexy og minna fyndið? Hann fengið inn fyrir svona, þú veist, að vera svona, þú veist, hann svona leiðilegu málaflokkur gott að hann. En það breyti engu að fá hann og jafn leiðilegt. En ég fór upp í stand með honum sem var bara allt í lagi, sko. Já, ok. En konan sem við nefnum ekki nafn á írskabarnum, hún er Keflavík og hlær eftir því. Og það er gusulhátur. Það er gusulhátur og meira til. Og hann byrjar og svo bara aftan bara í leikt breyk. Út af henni? Hann bara opnaði munnin og hún bara og svo bara svona hristist allt og þetta endaði því að hún var eiginlega upp í standi mitt bara. Þess að ég horfði að hann opna munnin og svo horfði hann. Þetta var úgeðslega gaman. Það er líka góð upp í stand, maður smitast að hlátri og það er alltaf miklu betra að vera á svæðinu. Þannig að getur ímyndaðir þú var að horfa á hann á YouTube, ég held þú myndir ekki vera. Já, það væri bara ekki keflingingur að hlæga og slá hátt yfir. En nei, ég veit ekki hvort, ég held að hann sé hættu bara með þetta, er hann ekki bara eitthvað dómsmálaráðuneytast eitthvað, ég veit það ekki. En heyrðu, svo þurfti ég að fara hans fyrir því ég hef búin að lofa félögum mínum að mæta á Varmland í Iðnó. Já, þetta var busy. Já, brjálað að gera. Hvað er mikið að gera hér? Nú kemur hérna einn starfsmæður. Já, Varmland, segirðu? Heyrðu, Varmland, þeir voru Arna Guðjóns og Lífs og Hrafn Thoroddsen og Enzimi, þeir eru með kombo sem heitir Varmland og það var geðveikt. Þetta er bara svona elektroband sem þeir eru með og bara algjör stemming, allavega, ég mæti þangað og það er bara góði tónleikar og góðum feeling. Svo er bara að fara beint á röngan, sko. Já, það er staðar sem ég bara get ekki. Nei, ég veit ekki af hverju maður endar þarna. Ég skilja ekki alveg heldur, sko. En ég mæti og svo er alltaf svolítið rólegt fyrst, svo allt í hennu verður allt tjúlla. Og þegar eftir að allt var tjúlla, þá er þarna menn á næsta borði og ég ætla að gefa þeim last. Þeir voru að tefla. Klukkan er, þú veist, 1. Það er að berja þessum. Nei, sko, ég setti þetta í story. Ég hef kannski gert það líka á Syndarsilla-storyinu. Þarna sátu þeir að tefla. Þeir voru kannski svona, þú veist, það voru þeir að tefla, þú kannski svona 4 í kring að horfa og allir að hugsa með svona puttan á hökunni, sko, kinkandi í kolli. Á hvað aldri? Þannig skiptir máli, á hvað aldri? Þeir hafa verið yngri en 30, sko. En það meira ástæð til þess að berja. Þetta var í alvörinni svo ömurlegt múf og þú veist, pældi, og þetta er eitthvað sem er, sko, talaðum á netinu sem performative males, hefur eftir með þetta? Nei. Það er svona gaurar sem að, sko, sitja kannski og eru, þú veist, með síkó, eða sitja úti, eru með síkó og kannski bók, að lesa bók feminisma og eru kannski ekki að lesa hana, eru kannski bara meira að horfa kringu sig. Það er nauðgunarlegt yfir þessu. Nei, bara sko, serial rapist líkt af þessu og þeir sitja og eru sko bara í rauninni að sína sig, þetta er svona peacocking hegðun og performative males. Þannig að basically er ekki mögulega veit þessi viðkomandi sem var þarna á röngin eða þessi menn þarna hvað er riddari A1 eða þú veist, þeir voru bara að gera eitthvað. Þeir voru kannski ekki að tefla en þeir voru að þykjast kannski og horfi kringu sig og þykjast vera rosalega miklu spekulant. Pældi í ömulegheitum. Ég var ekki hrifinn. Þetta er bókmyndafræðingar úr HÍ. Svo sátum við þarna áfram og það settist einhver vinkonu niður á borð og ég byrjaði að mér er svo gaman að stilast í veip þegar í glasi, sko. Það? Nei, sko bara... Þú hefur líka fengið inn á hérna síkó. Já, en ég get ekki síkó, sko, en ég get veip. Gerði í Toronto með mér. Já, ég var svona einstemmings síkó. Já, ég fílaði það. Já, það var sem allir gaman. Ég er alltaf til í stuði, sko, stemminguna, sko, en nei, veipið er svo auðvelt og ég kannski einu sinni á 3 mánaða fresti. Okay. Þú veist, við erum að tala eitthvað lítið og þannig að þú varst að stila sér veip? Ég stalast í veipið, ég held ég að stólið í af þessari vinkun, hún alltaf drullaði eitthvað yfir mig og var brjáluð og var svona reið og það var smá svona sín og ég man ekki alveg hvað... Er hún í skilnaðarferli? Pottþétt, en svo sko hringdi hún í vinkunum mína daginn eftir og var eitthvað að láta eins og hún hefði bara verið að djóka allan tíman eða eitthvað svona. Þú dramatist yfir einu vipið en alltaf leið. Já, ég stalið því sko, ég tók að heimur þessu, ég ætla að geima það. Fyrir ferði ekki bara það eru kjörbúðir hérna á öðru hverju horni. Mikið skemmtilega að stela, sko. Nei, ég er að segja, hún kaupir nú bara nýja. Já, hún kaupir nýja. En þarna eru þannig, og þeir voru að veipa bara allan tíman þarna. Nei, þarna... Tefla. Já.
Ég ætla að láta í stóri, ég myndi Gerðu það endilega. þannig að fólk verður að sjá svo ömurlegu hegðun og jafnvel bara name og shame þessum menn, sko. bara Tagga og segja skam. En svo endaði kvöldið, bara klárum þetta kvöld. Ég ætla samt að skjóta inn í, já. ef ég hefði verið að reka röntgen, ég hefði beðið að hætta. Bara hent þeim út. Ég verið bara svona framkoma, þetta er ekki... Hvert myndi maður senda á? 12 tóna. 100, já, fullkomið, vá. Bara með þetta tilbúið, sko. Alveg fullkomið staðar fyrir svona fyrir svona serial rapist. En herru, svo röltum við heim og ég er alltaf Hverfisgötuna og ég labba fram hjá stað þar sem hét einu sinni Hverfisbarinn. Sem heitir þetta eitthvað hags eða eitthvað? Já, getur passað. Eitthvað, Hogsir í hag. Og ég segi kærastuna, kíkjum inn, sjá... Á klúbbin? Nei, ég hélt að þessi stað væri lokaður til að byrja með. Ég vissi ekki að það væri opinn staður. Þannig að, þú veist, og allt fyrir Syndasil. Ég hugsaði bara, nú kík ég inn og tjekka stemmingunni. Fer inn, það er pakkað. Nei, þú veist, hvað er þessi staður? Þetta eru krakkar. Og þarna er bara klúba feelingur og eitthvað. Og þarna eru rosalega margir bara geymdir af einhverju liði sem að ég vissi bara ekki að það væri til. Eða, þú veist, og ég vissi ekki þessi staður væri til, ég vissi að fólk væri ekki til. Nei, þetta er náttúrulega útkverfin. Þetta er sko, hérna erum við að tala um tvítugt útkverfi. Þau koma alveg í blazer, þú veist, og með rakspýran. Þetta er svona eins og ég, þú veist, tvítur í mjög stutt tímabil, mjög stutt, támjögur skór. Í támjögum skóm. Já, þú veist, þetta er svolítið þannig og ég, þú veist, við löpum bara hring bara fyrir þarna, þú veist, rannsóknarvinnuna. Þetta er eitthvað vond vibe samt þarna, ekki? Jú, svo, þú veist, þetta var bara eitt hringur, vond vibe og beint heim. Þannig að þetta var heldur góð lög þetta. Já, byrjum snemma. Busy. Og ég fann upp á nýri reglu með svona dagdrykju. Já. Alltaf að vera undir 5% fyrir klukkan 5. Þannig að undir 5 fyrir 5. Aldrei snaps. Nú þarf ég að fara að stöða. Þú tekur bara regluna, undir 5 fyrir 5. Undir 5, 5% á, 4,5. Undir 5 fyrir 5. Undir 5 fyrir 5. Já. Og svo bara er það lífsreglan hérna frá. Já. Þannig að þetta var heldur... Og drekka hægt. Já, drekka Guinness bara hægt. Ekki splitta alltaf og eitthvað svona. Já, þetta er bara dagdrykja hjá mér í jafndúnd og bara önnur drykja. Þú veist, þetta er bara... Já, hún endar ekkert eitthvað fyrir endilega. Nei, sjálfur sér ekki hérna líka. Það sem að gera sem mér, ef ég er fyrir dagdrykju, það gerist þannig að ég, náttúrulega stemningsmaðurinn sem ég er, ég vil ekki hætta. Sumir myndi segja að vera einhver svona ismi með það. En ég vil ekki hætta. Þetta er ADHD. Já, og ég vil ekki hætta, en þannig að þegar ég er kannski búin að vera í dagdrykju, tökum þetta með ég byrja í hádeginu. Já. Svo var bara 12 tími setna. Það var bara 10 tími setna. Klukkan að vera 10, fólk er svona að koma sér í bæinn, þá er ég komin í geðurof. Og finnst eins og að sé bara brjálaðslega mikið djam í gangi. Já, klukkan er bara eitthvað. En skil ekki, okkur er ekki neitt neist þar. Nei. Og þá fyrir ég eitthvað svona fússi við því og eitthvað, er ekki stemning einhver, eitthvað. Fyrir að fyrst og segja. Þú hefur verið góður í COVID þá. Þetta var... Þegar ég var í eftirpartíinu svo klukkan 8. Já. Ándjús. Það lokaði, við vorum á þarna, hvar vorum við? Við vorum ekki á Bastard eða eitthvað. Já. Og svo lokaði bara klukkan 8. Þá kemur eitthvað, erum við að bíða einn? Já. Við erum ekki að taka mér á klukkan 8 kvöld. Eftirpartí. Ég fekk mitt COVID á Bastard. Í eftirsetu. Já. Var það ekki sama kvöld? Sama kvöld. Við fekkum COVID saman. Ég hef smitað. Já, kannski, eða Stjáni Græ. Stjáni Græ. Ég kann líka. Já, hann fekk líka. Já. Svo tók bara við 2 vikna bara Warzone. Þegar ég ætlaði að bjóða þér í þessa partí. En allavega, góð saga. En þarna ég... Sælla minninga. En þarna... Ég ætlaði rétt að fara yfir eitt. Ég má taka smá hlé. Já. Og koma rétt tilbaka og fara kannski örlítið yfir svona tilvonandi mögulega syndasinn. Nú þegar áriðið svona fer að líða aðeins svona undir. Góð hugmynd. Svo hefur eftir smá lofarlast líka. Já, ég þarf að koma inn á þar. Gekja. Herru, þá eru komin aftur. Yes, sir. Það held ég. Hvað ætlum við að fara út í? Já, við ætlum rétt kannski að snerta bara örlítið á, þú veist, hefur þú eitthvað, þegar nú er að svona líða að miðjum október. Já. Svo kemur nóvember, svo kemur desember og svo allt inni kemur syndaselur ársins. Já, þetta er fljótt að gerast. Já. Við erum komin í 10. mánuð og það er svolítið stórt atriði hjá okkur. Já. Að velja syndaselur ársins og sko, þetta er ekki neikvæði titill, þarft að móti, myndi ég segja. Nei, þetta er jákvæði titill, en... Þú þarft að vera, sko, kriterjan er í rauninni, sko, þú þarft að vera skemmtileg típa, en líka heiðarleg típa, ekki fullkomin típa. Og dass af óheiðarleika líka. Það er einhver kokteil sem að... Það er svona eitthvað blanda besta, einhvern veginn.
einhver Bjarni Ben búin að vera syndasilur. Bjarni Ben var náttúrulega alveg syndasilur Íslands, það var áratugurinn, Já. sko. Sakna hans. Já, hvað hann búin að vera? Bara heima. Já. Þannig að svo, hver var aftur líka? Var ekki Rafn einu sinni? Svonsson? Var það hann? Nei, hann samt alveg... Hann sko ykkur lélum, við viljum ekki vera syndasilur hjá okkur síðast. En við þurfum að velja syndasilur og ég veit ekki, ertu búin að spá í einhverjum líka? Nei, já, ég er eitthvað svona aðeins að vega með þetta, þú veist, ég er svo fljótur að þetta inn í pólitíkina, sko. Já, það er alltaf leið, það má. Og þar, þú veist, ég var eitthvað látt með þetta í eitthvað svona Sigmund og eitthvað, svo hætti ég bara við þetta allt. Hann er náttúrulega í rugglinu, elsku. Já. Hann þarf bara að fara að leggja sig. Nei, skemmtilegu maður. Nei, ég er að segja bara að sofa betur eitthvað, ég veit ekki. Já, pokar undir augum. En hann er klálega að syndasela materiál. Hann er materiál, sko. Já. En svo er einhvern svona nokkrir, þú veist, ég veit ekki, þú veist. Nei, sko, það sem er ekki syndaselur, ég ætla að koma með dæmi ekki syndaselur. Ok, það er flott. Snorri Másson. Já, það kom frétt í vikunni Baldvin Setu og hann sem sagt talaði að hann fílaði að þegar leikkonurnar var á túr Jesús, ok hann talaði að hann vildi að leikkonurnar sína færa á túr og eitthvað svona og nei, hann var bara eitthvað að spjalla mér finnst þetta hann var að spjalla AI-leikonur og hann sagði að hann vildi fá mennska aspektið við leikonuna, hann vildi að það myndi bara, þú veist, allt sem því fylgir, hann vildi bara mannfólk, væntanlega, segir sér sjálft, en svo talaði hann þetta með túrin, hann bara, já, ég vil bara að það getur bara sjá túr Ég skil ekki alveg, hvað vildi hann bara þegar fara, ég heyrði ekki þetta, svo nefndi ekki að setja mig í það. Nei, það sem hann meinti var að þú veist, bara svona, það mennska við skilur bara, að stundum á maður ofdag, stundum ef maður smá slappur, stundum ef maður túr, það tók eitthvað svona sem dæmi og það er bara partur af magicinu, vildi hann meina nema hvað, að það hljómar náttúrulega fárálega að vera eitthvað að tala eitthvað, já, ég bara leikonum það túr eitthvað, hann skilji þetta alveg eða skilji, ég veit það ekki en það er ekki það sem að gera hann ekki að syndasel, að hann hafi sagt þetta eitt og sér, það eru viðbröðin hans þá, já hann var gagnrýndur fyrir summali. Já, ég frétta því, sko. Það voru einhver leikonur sem voru einhver ekki alveg. Og hvað segir hann? Hann fagnar gagnrýni á rasshausa ummæli sín, segir hann sjálfur. Hann fagnar þessu. Hann segir, wow, gagnrýni mig. Takk. Já, það skilið. Það er rétt hjá ykkur. Já. Þetta finnst mér ekki góð nálgun á einhver svona... Hann sagði bara, ég er sammála þeirri umræðu sem hefur skapast í kringum þau rasshausa ummæli sem ég kom með. Og þetta var bara gamaldags og hallarast hjá mér og sem betur fer lifum við í samfélagi sem lætur ekki bjóða sér þetta. Nei, nákvæmlega. Hældi ég hvað mikið hetja. Þarna er náttúrulega bara þáttur, þú veist, þarna erum við talað sko viku þáttina Gísla Martins. Já. Þau innbröða á þessu. Nei, einmitt. Og mér finnst þessi viðbröðu, svo, þetta er eins og, ég myndi skýta upp á bak og vera bara eitthvað djöfullir ánæði með það sé að vera að gagnrýna mig. Hvað gott. Hvað gaman að vera í samfélagi. Þarna vantar aðeins meiri miðflokkslykt. Þarna vantar syndasil. Já. Hann hefði getað sagt bara, þið viti hvað ég meina. Þið viti hvað ég meinti. Já, eða líka vera bara, þú veist, bara, já, þú veist, ég er nú meiri hálfvitin eitthvað, höldum áfram. En það skilur hvað ég meina. Já. Þetta er allavega dæmi sem að, Jón Gunnar, hann er ekki syndasilur. Alls ekki. Hann fekk þarna móðgað einhverja Grindvíkinga. Já. Þetta er maður Gísla Martins. Sem að móðgæði ekki einu sinni, það voru einhvern tveir sem að settu sig einhver í samband við hann. Það þarf ekki meira. Og þá var hann bara komið einhver í þessa status, bara mér finnst nú leiðilegt að hafa. Sko, fólk má ekki biðjast mikið afsökunar, en það verður samt að gera það þegar það á að gera það. Heldur betur. En ef þú ert bara, ef þú fær eitt e-mail frá einhverjum geðsjúklingi. Gísli Marteinn, ekki syndasilur. Guð minn góður, nei. Ég verð að segja, nei, ekki syndasilur. Og veistu það, ég og Rapp Svansson vorum á Vínstúkunni. Og ég ætla bara að neyma og seima því að hann var þar. Þarna situr Gísli Marteinn á samt einhverjum svona fríðum hópi af einhverjum svona konum sem er að vinna örugglega með honum í þættinum. Sem finnst hann æðislegur. Já, hann var umvafinn af einhverjum 5 konum. Þú veist, einhver svona, þú veist, samfylkingar viðreist. Já. Þú veist, mætti þarna saman. Það hefur verið þemað. Það var þeiminn og hann er þarna að gaspra og svo fyrir eitthvað að pissa og tala eitthvað berst eitthvað launamál.
og hann fyrir að tala um hvað honum sleiðilt að vera kall með að vera, veist, ég hlusta, ég var bara var hann bara, sorry, ég með hærri launin veist það, mér finnst þetta bara, ég sko, já ég með hærri launin þig og mér finnst það ömurlegt en sko, fólk segir þetta og það voru þarna alveg bara, sko, kingandi kolli yfir öllu sem hann sagði og verið sammála og já, ég veit ekki, ég fíla ekki gæjan sko. Ég segja, sko, ef að þú ætlar að segja þetta en samt horfið hann á þá já, en ég gera það töluvert drukkin heima já, og ert náttúrulega að gera einhverjum pirring já, ég gera þetta þannig, þarna kemur hérna er Símon að taka móti vörum og hérna er eitt legend sem hefur verið að koma með vörur þessi veit nákvæmlega er þetta bransa legend já. Góðan daginn hérna kemur hann með þetta já, þarna sko, menn sem segja svona eitthvað, já, mér finnst bara... Ég teki svo mikið á mörgum vörum, ég fæ bara flashback. Já, þú ert bara að horfa hérna. Þetta finnst mér gaman. Horfa líka kútan að koma hérna inn og svona, vá. Það verið að preppa. Það bara verið, já. Þið getur vitað það, veður eru tilbúin. Veður að vera klár. En já, ég ætla að segja, sko, að ef þú ert að segja eitthvað svona, það finnst bara stáralegt að ég sé mig hærri laun, þú getur ekki bara sagt á liðið vel með sjálfa þig. Millifærðu bara á það. Skilur, ef þið eru svona rosa heila þess verra stelpinn sem allir bara lati 100 skalla þig 100 skalla þig það er því svona 3000 mann á endanum sko. nei, þú veist bara svona þetta er svo mikið þetta er svo mikið fluff já, ég er bara á erfitt með þetta og það er einhver sorry með Karla, feðraveldi það er svona gæjar, Gísli Marteinn Baldvin Seta og fleiri sem eru í þessum partíi að tala svona með því að vera alltaf að tala afsækja með karlaveldi og þetta feðraveldi eða hvað sem er köllum þetta veldi okkar afaveldi, ég veit það ekki veldið mitt já, veldið okkar og þarna nei, en þú veist, á því sögðu þú veist, þetta vera alltaf einhvern veginn að afsaka sig og það er einhver lykt af þessum ég vil ekki já, ég er bara 100% með þér sko og hann er alltaf í vínstúkunni þessi ekki eftir, hann er GM já, náttúrulega GM og Óli Óla eru þeir alveg bestu? Já, eðlilega sjátt þetta Óli Ólason er hann Syndarsela contender? Nei, Óli Óla eins mikið og þykja væntum hann er Syndarselu sem skamma sín já, hann þarf að opinbera aðeins meira sko en ég er samt alveg þess að það er alveg nokkrir sem ég er að spá í sem að koma til greina þarna mér finnst einhvern veginn Víkingur Kristjánsson eiga að skilja hann er búin að eiga ár og hann skammar sín ekki nei, algjörlega og er yndislegur hann er raun og veru og hann er ekki óheðalur það er það og hann er frábær já, hann er contender þetta er svona þetta verður svona örgulega blanda af svona vinum okkar og kannski einhverjum pólitíkusum já, en við kannski gerum þetta í einhverjum flokkum líka kannski, já þú veist, Syndarsölur af vinum okkar þú veist þetta, svo Syndarsölur í pólitík Syndarsölur í sundi afræksmaður sundi einmitt, í öllum greinum já. Í boccia það verður langur þáttur já, nei við þarna og fólk má senda inn líka já, endilega komið tillögu líka af einhverju Syndarsölum og þarna fólk sendir alls konar inn þú svaraðir einum daginn sem að spurði hvað væri gott að gera á stefnumótakvöldi hann sagði fyrsta date þessi ágæti maður við þurfum eiginlega að fá að hýra í honum hvernig gekk já, hvort þetta hafi verið uppskrift af velgengni en þú nefndir eitthvað ég mældi með fyrir hann að fara ég mældi með tvennskonar ég mældi með Lólu, af því ég fór daginn þegar Raff Sonsson og Joe vinnur hans, frá Akureyri, sjómaður frá Akureyri þeir voru að borða þarna á Lólu og er ekki Lóla? Jú ég veit ekki, það sem Anna Jóna var sem heitir núna Lóla og þannig og þetta er sem niður á Tryggvagötu og þessi staður er geggjaður það er allt þarna, lýsingin það er einhver svona Japanese vibe þarna í staðnum, þú veist, allt ógeðslega stílhreint bara hringborð svo skilst meira að sé bíó já, svo getur þú vera að pissa þá er einhver svona, þú veist, mynd í gangi en ég mældi með því ég var nýkomið þarna, ég reynda fekk mér bara drikk og eitthvað það mældi ég með því ég hugsa ég myndi vilja fara að deyta á já einmitt. Það er eitthvað vinalegt við það að sitja 2 á hringborði. Já. Þú veist, þá ertu alltaf sko, þú ert aldrei á móti. Já, svona getur verið nær. Þú ert skátt aldrei eins og við erum núna. Já, henni er svona hringborðið mitt. Og þannig að ég... Nærmanneskinni. Þannig að það myndist mér í nánd. Hægt að snerta. Hægt að káa. Og þannig að ég mældi með því, en þetta er kannski aldrei hára prís, þannig ég mældi með, og það er stemmar að fara á date. Það er að fara á skreið. Já.
Já, þú veist, það tapast, það er eitthvað smá stemning, þú veist, og, já, mér finnst það góð meðmáli. og þú veist, einhvern veginn líka það tekur the edge of að vera að deila saman líka rétt. Já, Þú veist þess. og það líka býr til umræðu, Já. svona, hvað erum við með hér? Og svo borðað þú hratt þarna hlusta. Á fræla eftir á, Já, hei. En svo mældi ég með, en ég mældi mig í byrjun líka, kannski, ég mann hvert ég að mælt með, en ég að fara á jungle, ég fór, Já. þú veist, það er bara stemmari, saman. Mhm. En enda kvöldi á bingo. Já. Nei, ég mældi mig Daisy. Ég fór í Daisy þar senast. En enda kvöldi á þarna bingo. Ég fíla Daisy. Ég fíla líka bingo. Bingo. Ég fíla bara þá. Mér finnst þeir, Já. eftir að þið byrjuðu að gera, þeir eru svona strákandir sem eru með Jungle, Daisy, Bingo, ég veit ekki alveg hvernig það tengist, þetta er oft svona, eftir að þið byrjuðu með Daisy og Bingo, þá var ég aðdáandi. Já. Þá var ég komin á lestina. Mér finnst þetta geggjastöf sem þeir eru að gera. En já, þetta er hljóma vel. Ég myndi hendin í fyrsta date, litli barinn er góður þar. Ég held það. Á Ránagötu. Á Ránagötu, litli barinn, fordrykkur þar. Já, er þetta ekki smá svona, hvað heitir, kirsuberið eða eitthvað? Nei, ég myndi segja að þetta væri ekki eins svona lame. Nei. Ég veit ekki skelling, ég veit ekki hvernig. Þetta er kelling. Já. Litli barinn er ekki alveg eins þar, en Ég þarf að kíkja. Já, þannig að ég held að það sé gott, en ég minna, við þurfum að spyrja félag. Svo ætla ég að segja, ef þið langar að þetta er eitt sleik í prívat, já. Það er að mögulega að kíkja viður og læða þess að næri það. Já, og hitta skilnaðarliðið, sko. Hitta skilnaðarfólkið, þetta er sleik við skilnaðamann, konu. Já, og bara beint heim. Þú veist, það er... Mér finnst það að ræða við Símon að þetta verður meira svona sleikstemning niður. Já. Bara alltaf hafa músík, smá porno, allt í lagi og svo eitt sleikur. En diskokúla og... Já, diskokúla. Og sleikstaðurinn. Já. Ég held að það sé gott. Svo kýtti ég bara, endaði bara viður í sleik niður. Já, og allir bara, já, tókst það. Já, þú gerir, klassísk laugardagskvöldi Svenna. Já, og ég held að þetta er þá einn að fáu sleikstöðum í dag að því að, þú veist, það er enginn í sleik lengur. Það er enginn á sleik á röngan. Nei. Þú veist, þú vil bara tepla á röngin. Pældi því, fólk fór í sleik á húrra, manstu? Fólk fór í sleik á húrra. Ég fór í sleik á húrra. Ég fór í sleik á húrra. Nokkru sinni. Já. Ég meina, þú veist, en þú sér það að því að það mætti segja að röngin hafi svolítið tekið við á húrra. En svo mögulega líka, því eldri sem við verðum, því meira finnst mér ekki smart að vera, þú veist, ég er ekki ánægð með sjálf á mig ef ég var einhverju deiti, tökir það mig hérna veður og ég væri bara sætið hérna borðið 33 undir Negroni í skiltinu og svo var ég bara svo var alltaf komið einhver hörku sleik. Nei, þá erum við líka uppi. Ég er bara að vera fertugur. Þetta er reynda gott sleikur. Símon var að segja ykkur að þetta er kallað Negroni sleikhornið. Já. En sko hérna ertu eins og þú sést á sviði. Já, hérna ertu basically bara. Þetta er eitthvað svona fólk sem fílar að láta fólk horfa á sig í sleik. En ég verð samt að segja að það er einhvað við það að vera fullari maður og vera í sleik opinberlega. Það finnst það bara ekki, það er subbusleikur. Ég fór á Kaldum daginn. Já. Það er sleikstæður fyrir svona 55+. Er fólk í sleik þar? Er fólk í sleik þar? Það er fólk í sleik í öllum hotnum á sko föstudags- og laugardagskvöldum. Þá dettur hann inn og þú sérð fólk sem er sko þrískilið, afar og ömmur, komin í sleik. Og svona daldið svona bara ofan á hvort annað. Mikið tunga svona. Tunga ringsólandi þarna og einhver gæi með sixpensara og konur með sko blásið hárið. Þú veist, komur í sleik, pilsið sko með, mér finnst það ekki, nei, mér finnst það ódani, þetta er að subbulegasta sem ég sé. En hvað er þetta fólk að gera? Bara heim til sín í sleik. Hvað er bara, heyrðu, ef þú komið heim í sleik? Ég gerir ráð fyrir því að fólk á 60-aldri eigi allavega heimili 1 eða 2 til þess að geta boðið upp á og farið í sleik heima á sér. Þú ert ekki að láta ungan mann eins og mig upplifa það. Þannig að það er smá last á sleik. Nema niðri. Nema þú sért niður á veður í sleik þar. Það er lögulegur. En það er líka, þá ert að vera í kjallar. Mér finnst það er allt annað að vera í kjallar í sleik. Heldur en að vera einhvers þar ofan á píónu og ofan á kalda. Nei, já, ég held að kaldi sé ekki, ég ætla að taka tilbaka, ég sammúlaði með að það eru subbusleikir á kalda. Já, því miður bara. Hann er lítið. Já, þetta er líka einhvern veginn bara því ég vil ekki sjá fólk yfir 35 ára, þá hætti þú að fyrir sleik opinberlega. Ég á 1 ár eftir.
þú ert 1 ár. Ég ætla að nýta það Já. rosa vel. Já. Ég ætla alveg, sko, Einmitt. tungan á bara Já. yfirvinnu, sko. Já. Já, mér líst vel að það. Ég er með lof. Byrjum á lofi. Þannig það voru sem sagt, ég fór þarna í sánu daginn og ég fór og það voru Svíar þarna Okay. og það þarf að fylla eitthvað á vatnið og ég eitthvað svona fer með það og þau veit ekki hvað það er, þannig ég eitthvað svona, já, er það túristar eitthvað Hvar var þessi sánu? Sundhöllinni. Já, þú fórst bara í, já. Ég fer alltaf þangað. Og svo Ég líka. það er geggjur svona. Svo er það eitthvað, já, eða svona, við erum að taka einhvern kúrs á Íslandi eitthvað og ég eitthvað, já, ok, cool. Eitthvað, já, fyndi, ég vissi ekki, ég var eitthvað að segja eitthvað, já, ég skildi meiri sænsku en ég hélt eitthvað. Heyrðu, svo bara fór ég aftur að tala við minn og þau fóru aftur að tala við hvort annað. Okay. Þarna vissu þau að þetta small talk væri búið. Já. Þetta eru Svíar. Já. Þetta eru Svíar. Þetta eru Skandinavar. Við vitum að, sko, ef þetta hefði verið Ameríkani, þá hefðu við ekki sloppið lifandi. Jafnvel Breti, þeir geta verið svolítið mikið. Já, Bretar geta líka verið svolítið, en Ameríkani svona deluxe, sko. Já, og þannig að ég kunni rosalega með þetta Svíana að við opnaðum smá svona kurteisis, vinalegt, og svo beint aftur bara í að spjalla við vininn, skilur við. Já, við gerum þetta líka í Íslandi, sko. Já, auðvitað. Við kunum þetta alveg mannabæð, við kunum þetta mannabæð, finnarnir líka. Já, þannig að þetta er svona Norðurlandin. Lofa á Norðurlandamenninguna í sánu. Já, og smóltöki. Já, hvernig þau kunna á sánureglu og yfir höfuð, sko. Og ég ætla að henda, maður sjá, ert þú með eitthvað? Já, ég er með last. Ég er með last á þarna, ég var út í Chicago í síðustu viku. Já. Og ég var, ég er nefnilega, sko, þú, Danni, ólst upp í mér eitt, gott. Og það er að vera duglegur að kíkja á svona dænera. Já. Ég heldur sem nú alveg búin að fara í gegnum mig hérna, en það er nefnilega, og ég fatt það er nefnilega eitt sem að samina, sérstaklega Bandaríkina, þegar Bandaríkin, þetta er náttúrulega bara, þú veist, öll þessi fylki og þetta er bara svona mismunandi lönd eiginlega bara, hvert einu þessi fylki oft. En það er eitt sem samina Bandaríkin og það er dænerkultúr. Já, 100%. Í öllum fylkjum í Bandaríkinum getur við fundið dæner með svipari stemningu, kannski. Það er jafnvel eini samnefnarinn, menningarlega. Að einhverju leyti, ég held það, sko. Já. Og þannig að ég er farin að hafa alltaf áhuga á því að skoða svona dænera og ég finn einhvern dæner þarna í Chicago sem var alveg langt að lappa og ég er svona, þú veist, einhvern annars þetta á tíma. Þannig ég finn annað dæner sem er bara rétt við hótelið. Og ég vil líka orðið svangur og það er stemning að fara á dæner. Þegar leiðu ákveður ætlar að fara á dæner, þá langar í egg, bacon, þið langar í síróp, stóra þið langar í vöfflunar, þið langar í stóra kaffibóllan og þetta. Þannig að ég er alveg spenntur að fara á dæner, en ég las mikið alveg nóg vel til. Það var rúkið mistake. Best að lesa á Reddit. Já, ég ætla að segja það. Maður á að fara eins og þú kendi mér. Maður á að fara Reddit, þar farið bara svona heiðilegasta, bara yfir allt. Sko, bara þegar í útlöndum skrifið bara eins og þarna, Best Diner Chicago Reddit. Já. Þetta gerði ég ekki. Þarna fór ég bara maps og bara, ég var búin að skoða hendanir á Reddit. Já. En þarna er ég bara, fuck it, diner nearby me. Og ég fer þarna sem betur fyrir með kollega mínum og henni Tinnu og við fyrum þarna saman og svo bara löpum við inn og ég hugsaði sko, ok, þetta er svona aðeins of tjaldfrenn. Já. En ég er kominn, ég er svangur, ég fekk að skoða matseðilinn, það var allt sem var svona avocado toast með eggjum, baconi og eitthvað sem var mjög gott. En ég mæti og þarna er ameríkanski þjóðnin að svona aðeins yfirselja staðinn. Bara welcome to this amazing place og ég eitthvað what? Og ég hugsa, ok, ég er alltaf svona, ég get ekki bakka. Ég verð bara að borða. Og þannig að ég og Tinni bara, fuck it, við bara setjumst niður. Og við finnum okkur og hann segir við okkur einhver, yeah, just so you know that the waiters are a bit sassy. Og ég bara eitthvað, anskotin og við tillum okkur niður nei, þannig er ég bara búin að tilla mér í bás en ég er ógeðslega svongur ég átti bara eiginlega ekki ég nefndi að fara því ég hugsa þegar ég er svona svongur og þegar McDonald's á hotinu hlýðinu það er bara enda þar og það hefði ekkert verið mikið skóra heldur nei, svo sem ekki en að tilkynna svona þetta en sassy, við erum svolítið crazy hérna og þarna mætir en máli er það sem að gera sér að ég er náttúrulega ég er gerandi
í öllum helstu tilvíkum. Það tala þegar kemur það einelti. Já, þú meinar, já. Nei, að þú skilur, ég á bara mjög erfitt með svona stemningu og þarna kemur þjóð, mjög myndalegu þjóð. Ok, sassy. Mjög sassy og bara, what do you guys want? What do you cunts want? Eitthvað svona, reyna að vera sass. Og ég eitthvað, Queen, eitthvað. Really just want the avocado toast. Já, líf. Og hann eitthvað, okay, what did you say? Ég bara, I really just want the avocado toast. Svo gef ég henni bara svona augnar á það. Já. Sem hann fattaði bara, shit, ég þolandi, hann gerandi. En þetta samt löglegt einelti. Ég verður ekkert meira. Þetta löglegt einelti. Ég sé bara þetta svona manneskja, þetta svona 25 ára gömul típa sem örugglega í einhvers konar kvöldskóla í leiklist. Já. Vinnur þarna daginn og einhvern veginn dreymir það að vera leikari en mun væntanlega bara enda sem gógódansari. Já, vaxstjóri. Sko, en allavega, þarna var bara ekkert meira. En svo reynir hann róaði sig. Já, hann bara fór bara tilbaka því ég gaf hann bara svona, þú veist, augnar á smá tileiður, þú veist, þetta fór ekki hann var bara að heyra, þetta er ekki að fara að gera sérna. Stimplaðis út. Svo kemur hann ekki tilbaka og eitthvað how's everything here? Ég bara yeah, bitches. Já, alveg þarna, sko. Og ég bara eitthvað is this nice? Do you need anything else? Ég bara, no. Okay. Og ég bara, okay. Og gaf hann mér ekki meira, þannig að ég fann alveg hvað ég var farin að fara í töðnar. Já. Þú veist, á honum, sko. Þú veist, hann átti ég stuðaði viðkomandi. Já, gott ég alveg. Þú veist, gerandi maður byrjar að stuða. Já. Og ég þarna, og svo fældi við áfram bara að borða, nema hvað gerir svo? Svo bara, bing, kemur eitthvað gæi í mæk og bara eitthvað, okay, guys. Fuck. Byrja þau að taka eitthvað rosa partílag og byrja að dansa og mæma upp á öllum borðum. Það er bara allur leiklisadeild Fjölbrautaskólans í Garðabæ. Þú veist, mætt. Oh my og fucking þú veist, hver einasta, veistu það, ég þarna, veistu hvað ég gerði? Ég stóð upp, sagði, need to check. Í miður lagi? Já. Ég sagði, need to check og starraði þarna. Já. Á þennan rifst einn niður bara af borðinu á minn þólanda rifst hann bara ég starraði þólandan minn hann og sagði need to check og hann hann að syngja og ég sá alveg í stuð hann battur rytma hann sko gleymdi textanum og versta var líka þetta voru bara 4 básar oh my god þannig að ég Tinna Aðabjörns legend og svo einhver svona bandarísk fjölskylda sem var fannst þetta geggjað alveg svolítið svo einhverju krakkar sem fannst þetta líka geggjað og svo þau þarna að dansa þannig að þau voru fleiri að dansa fyrir okkur, heldur en gestir það er geðveikt sko. það er æði en ég tek hann alveg úr sambandi og hann er þetta einhver reynar, veit alveg þarna að gerandinn sinn vill fara að borga og ég er svona að gefa hann sem séns og hann er eitthvað horfir á og ég gefa hann bara, ok, ekkert mál ég gefði lagið en passaði mig að horfa ekki á þau, ég horfði bara út í gluggan og sem hann alltaf fóru ógeðsli í þau líka ég er ekki að taka þátt í þessu ég tek aldrei þátt í svona aðrið heyrðu, svo kemur þólandi minn niður og hann er eitthvað, do you want a jack? Ég bara, yes, thank you svo kemur hann með reikningin, ég borga svo náttúrulega þegar maður alltaf gefur þér og fyrir þannig að leti ég hann vita, ég segi, do you see this? 2 strikes do you know what this means? No tip, yes no tip sagður þetta við hann? Þetta sagði ég við wow, hvað þetta sagði ég við þólandan minn Fákárt þorin maður Þorin, ég var komið svo mikið nóg ég var bara ég fekk algjört nóg af þessum stað sástu stóri, já, einmitt þetta var hræðilegt shit, við látum þetta líka á þessi hérna þólandi þú veist, en veistu hvað ég segi? En málega, svo er gerandinn í mér svo mikil stríðnispúkin í mér já, ég köllum það frekar stríðnispúk já, svona smá gerandi ok, stríðnispúkin í mér er það mikil gerandi ég hugsa ég fari aftur því ég fer til Chicago og ég þetta verður svona þegar ég mæt alltaf og þá fáðu öll bara svona shit og þessi sami gæja vinna hann er örgulega hætt samt eftir þessa vakt sko, þessum þú varst að nei, svona, þú veist, nei, hann hefur örgulega jafnast á þessu en ég er með teika á þessu sko, því þú segir sko, einheltis dæmi þau byrjuðu einheltið að vera bara eitthvað hérna eru við sassy, eitthvað svona þema á þjónunum sem er þetta kalla sig að kenna þólendunum nei, öfugt og þú veist, og þau eru ekki búin að ákvæða en fattar hvað ég meina, þetta er náttúrulega hræðilegt
og þannig að lastin mitt bara gimmick, svona rosalega gimmick ég tek undir þetta last, það sem að það er búið að segja við þjónuna, þegar ég hafa eitthvað svona núna, þið eigið að vera svolítið svona hérna, bara, þetta er ekki þú ert bara að gefa þjónustu, þú ert ekki með í einhverju sviði í borgarleikusinu, sko og þannig að risa last á það og bara, ég er svo stoltur að það hafa gefið 0% þjónustu. Já, og starriði með mín tílega Hvað sagði hann eitthvað? Ég er náttúrulega bara Þú labbaði burt. bara í fússi. Já, bara einmitt og með eina sassy, sko, Tinnu Aðabjörns og það er, sko, það er ekki grín. Hún hefði getað unnið þarna bara. Já, nei, hún er bara, þetta er bara, við erum að pía. Tinnu Aðabjörns, ég trú í dag. Já. Öllum til lukku. Þú veist, þetta er kona sem labbaði bæinn og ef þú sagðir eitthvað vitlaust, þá skalla hún þig. Og svo hélt hún bara áfram með sindag. Hún hefði sennilega, ef hún hefði verið í glasa þarna, hefði hún skallað alla línuna. Hún hefði tekið þetta lið. Shit, hvað er hún að hendið bara einhverju vasklasi framan í þau, sko. Já, þetta er brútal og ég en veistu hvað það vestir? Vil ekki sjá þetta. Smá út úr þessu. Já, auðvitað, það var bara svona, yes! Já, ég meina, ég veit ekki hversu oft ég fengi ömulega þjónustu og verið bara eitthvað 20%, fuck it. Já, nei, ég er hættur, öll svona meðvirkni í Bandaríkjunum er að þegar ég gef alveg þjórfé. Sko, talandi annan stað. Við fórum, og það var smá gimmickstæður, en hefna þess vel. Við fórum, kvöldin áður, þá fórum við út að borða geggjuðum ítalsku veitingastað sem er, þú veist, náttúrulega, Chicago er náttúrulega bara mafia town, þú veist. Stemming. Og gamall mafíubær, mikil. Og þetta er staður sem er greinilega búa til sem svona gamla mafíu ítalski með geggjuðu mat og allt svona inntórið, bara þetta, þú veist, eina sem ég vantaði var bara vindill. Hvað heitir þessi? Ég svona manni aldrei neitt, ég er ekki eins og þú, ég er svo lélur, svona manni ekkert hvað þessi staði. En þú mælið með honum? Mælið með honum, Chicago. Sendið inn yfir á leiðinu. Hann heitir Ciitalia eitthvað. Ciitalia. Ciitalia. Já, ég fíla. Sko, ég hef aldrei farið til Chicago, það er á listanum, sko. Já, ég tek þig kannski einhvern veginn með 2 nóttar. Við þurfum að taka það. Ef ég fæ 2 nótta, handshake, tek þig með. Þú myndir nefnilega fíla þessu borg gæt. Já, ég held það. Smá mafíu vibes. Já, og þetta er líka flott borg. Við förum ekki á þennan dansistað, sant? Eða kannski bara eitthvað. Já, ég hugsa ekki hérna í glasi. En þetta, já, 100%. En þetta er samt reynslan. Þá kannski kemur eitthvað hommin upp í mér og minnst það bara aðlega gaman. Já, eins og georgíska staðnum í Toronto. Já! Þú verður bara húrrandi. Ég er bara búin að segja öllum vinum mínum sem er að fara þangað. Já, hann heitir bara Georgian House. Hann heitir bara Georgia Restaurant House. Georgian House bara. Já, Georgian House í Toronto. Þarna voru bara ungir samkynhneigðir. Já. Og þú knúsaðir alla leiðinu. Ég bara, þú líka. Já, við vorum átti vinir, bara, það var ógeðslega góð stemming. Úðum í okkur brennivíni frá þarna, ég er frá Georgíu. Okkur lokal. Já. Svo hann alltaf bara eitthvað landi. Ég var hann skotin í einum. Já, hann er ennþá. Hann er ennþá á vættinni. Þú búin að checka á honum það? Ég bara, nei. Þú tókst allt staffið eða ekki einu sinni annað? Eða var það? Nei, ég ætlaði það. Þú ætlaðir að gera það. Þú átt það inni. Já, ég áði hann að blinni. En það var, þetta staðar sem mér langar að vera ef ég fætt Já, þú vilt náttúrulega fá þér hérna þetta gríska grappa þarna, georgíska. Já, ég vil líka bara, þú veist, ég vil ekki geta bara dottið alveg í því, ég vil geta mætt henni í hátinn. Já, farið heim. Oft aldrei allan daginn með það. Já, og hent línu á, eftir vakt. Já, við erum eitthvað svona, þú veist, við vorum næstu komlega það. Já, ef við hefum verið svona kortur viðbútt, þá hefðu við bara heist eftir á einhver staðar, sko. Gæðastund. Það var geggjað, sko. Við þurfum eiginlega að reposta þeim myndböndum. Já. Ógeðslega gaman. Bara hérna, þú veist, fyrir það sem ekki vita, þetta er þessi staður sem við römbuðum inn á, ég og Danni. Römbuðum? Sko, römbuðum í orðsinsfylstu. Þau vorum út í Toronto og þetta er staður, og þetta við tók okkur og ég ætlaði sko að labba út. Já. Ég hugsaði, nei, þarna fyrir ekki. Þarna var band. Það var ömurlega innrétting þarna. Þetta var eins sjoppulegt væri. Svartur staður bara. Já, svo var hann fyllt af borðum bara þarna. Svört. Greinilegur austur-evróskir glæpamenn. Já. Mikið af svona austur-evróskum svona gullkeðum. Bara þannig sem voru út að borða með fjölskyldunni. Með fjölskyldunni sinni. Já. Og svo bara hommar að vinna þarna, svona frútti hommar. Hellað kombo. Já. Einhverjir gamlir Georgíu mafíu þessar og hommar að vinna. Og hommar. Þetta var og svo hljómsveit. Og svo kom hljómsveitin. Það var eitthvað fólk að skemmta það. Já, og einn á gítar líka. Einn á gítar og svo bara verið að taka georgísk lög í bland við bara, þú veist, Madonnu og bara, þú veist. Og þetta var svo víruð stemning. Já, svo matinu var bara allt í lagi. Já, það var eitthvað svo tandoori. Það var eitthvað, já, við vorum bara úða í okkur þessu brennivíni, georgíska, sem er eitthvað 80%. Alveg garanterað, sko, og rúluðum út. Já. En við mælum, Georgia House. Við vorum það fullir, við rúluðum út og gáum bara fólkinu, sko, ekki handshake.
heldur faðumleg. Já, og bara gott þjórfé eða, Já, ég heldur Örugglega. já. en sko, Þarna gef ég í þjórfíu. en þannig er bara reynslan þú er búin að vera svo mikið í Bandaríkjunum að þess vegna meikaru aðeins að þú veist, gefa minna eða jafnvel ekkert þegar það er, þú veist, Já, þegar ávið. ég, Þetta er samt í fyrst skipti sem ég gef ekki neitt á veitingastað. en þú veist, að því að þú veist, ég fer það sjaldan Já. að ég er alltaf í keng Já. og þannig ef að ég fæ ömulega þjónust að hrekt framan í mig Já. og bara, þú veist, brundaði matinn, þá er ég samt Svo að eru gefa sumi 20. staðir í Bandaríkjunum sem eru farin að spotta greinlega þá væntanlega Icelandair starfsmenn. Já. Það er kannski staðir sem við förum ofta á bara svona allra áhöfnir. Já. Þeir vilja ekki sjá Indokort, smiley face card. Ég hef heyrt það. Veistu af hverju? Af hverju heyrði ég það? Já, nei. Það er að því að ég get átt Indokort, Já. gefið $500 í þjórfé Já. og allir allsæðlir Já. og ég er bara úrslega flott þessi gæðina í heiminum og fæ kannski 1 eða 2 snafsa, Já. georgíska, Einmitt. en það fer ekki í gegn þjórfé, Einmitt. sem er alveg ríkjald fyrir þau. Já, En það þú veist, er vonlust, sko. Já. Það er samt gott, já, þau gott fyrir taka ekki á móti. gott fyrir síkopatana. Síkópatin getur verið bara $2,000, Já. thank you. Thank you very Bara- nice. Já. Og náttúrulega bara keift fullt. Já, það fyrir Eða- gegn alltaf, sko, Fyrsta færslan fer. fæsluna fyrir gegn, en þjórfé fæslan fyrir. Ah, Hún er alltaf tekin eftir. Þú Einmitt. veist, ég er búinn að borga, þá er ég að Já. gefa þjórfé, svo fer það inn í Já, ok. Þetta er gott Þannig ég hef alveg fyrir- komið heim og verið bara, já, ég held þetta meiri pening, svo hvernig, já, shit, ég náttúrulega var að reyna okkur homma Já, í Toronto og gaf okkur mikið þjórfé. já. En ekki á Okkur Indokorti. georgiskan homma. Ekki á Nei, Indokorti. allt saman á Landsbanka. Kannski getur þið tekið Indokort þá bara þegar þú ert að höstla. Ég er eitthvað svo umöð. Ég veit það. Þú veist þetta. Manneskjan bara, já, nóg fyrir Já, leigunni já. núna, vei. Yey, og fæ kynlíf, Já, yey. svo bara fegst þau kynlíf og mjögulega lélegt Og þú ert bara í flugvélinu leiðinu heim. Ég er bara eitthvað á leiðinu heim Já, með Indokortið þitt. með Indokortið og bara, Og bara allsæl. já, það er ekki í lagi. Nei, það er ekki leið. Við ætlum að mæla gegn þessu. Já, þetta stoppum við ekki sko með það. ekki nóg gott. Herði, við erum búin að fara í gegnum þetta. Segjum þetta gott í dag. Við kannski förum svona, reynum að finna með syndasilli og kannski fáum svona álit frá öðrum líka. Já, sendið inn Þarna, syndasil ársins. já, endilega. Og það er fullt sem ég náðu ekki að fara út í. Við þurfum að leiðrétta við bara tís fyrir næsta þátt. Ég þarf virkilega að fara yfir Litla Dublines. Já. Og ég Það kemur er upp á staðinu minn. í ljós hvernig, já. Það er bara í Háka fer ég mikið. Ég þarf að tala, Háka fer ég 1 dálítið. Já, það verður sér umræðum Já. þetta. Ég þarf að tala aðeins betur um Data Disco því að við vorum greinilega, Okkar maður. en við vorum greinilega ekki að tala um sama Data Disco. Nei, Já, sjokkir, ok. það er cliffhanger fyrir næsta þátt. Ok, vá, hvað ég er ánæður. En við heyrjum bara, Ég vorum að tala um annan Data Disco. sko, það er greinilega alveg annar sem býr í Vestmanni, Já, sem heitir einmitt. Dati, Já, sem að er alltaf með einhvern, já, sorry, Boombox. Data Disco, fyrir ekki, já. en ég skal sína þetta eftir. Já, ok, þá er ég að tala um annan Data. Þetta er kannski ekki cliffhanger, en Já, allavega, það var þetta er komið. samt alltaf, það var alltaf búin að leiðrétta Við þetta. þurfum að krifja Þarna, þetta. ég er að fæta til New York á morgun Já. með fullt af konum. Mhm. Það er bara ég og konurnar Ok, saman New York. það er Við geggjum. erum að fara út að borða Það er örgulega bara svona ákveð, svona öðruvísi fílingur yfir þannig ferðum eða eitthvað. Nei, þarna er ég í kjörastæð. Já, ég er að segja Já. gott, Já. sko, kannski. En ég En svo- ætla að fara þarna upp á staðið minn sem ég er alltaf að reyna með einhverju íra þarna. Já, hvernig grípa þeir eitthvað? Já, ég og írarnir eigum svolítið Já, gott mót saman. þeir eru geggjaðir, sko. Þannig að Ég ég er að fara, upplifið mig sem íra já, ég líka, og austur-evróskan mann. ég er íri. Ég er sem georgískan mann og íra. Ég er svona larpa sem íri. Já, þú gæti verið íri. Ég Ég gæti held að þú og Cillian Murphy eru líkir. Ég hef alltaf sagt það. Já, takk fyrir það, Já. hann er myndalegur, þannig að ég tek því, ég er líka með freknur út um allt. Akkurat. En sko, ég er að fara til Eyjum helgina. Já, Þannig að ég kem með, til Data Disco og til Data Disco. það er rauðvín og nautalund, þannig að Já. ég kem með eitthvað heim og Já, já. hvort það verið lundin maður, ekki Já, verið já. ljós. Og þarna svo förum við bara vel yfir þetta. Yes. Aftur í næstu viku. Hér á veður, Hér á veður. okkar allra besta bar. Hérna eru framkvæmdir. Hérna eru svona Já. míniframkvæmdir í gangi. Og sko, Eyvind, Á þess að vera að gera ómikið úr því. hér er verið að geta að fá einhverja verktaka í málinn, Nei. hérna er búin að vera að Hér gera eru þetta sjálf. verktarnir. bara. Þau eru að gera þetta Já. sjálf. Ekki get ég þetta, ég myndi vera fyrstur til að hringja í ég eitthvað. líka. Og svo ætti ekki fyrir þeim reikning og bara var hausinn. Já, ég- Þú veist, við veitum alveg hvernig þetta endar. Við heyrjumst Herru, næstu við viku. heyrjumst næstu viku hér á veður. Guð blessi. Guð blessi.